Lýðheilsuvísindi eru forvarnamiðuð fræðigrein og miða að því að efla heilsu, fyrirbyggja sjúkdóma og byggja heilsusamlegri samfélög. Þetta er margþætt áskorun sem kallar á alls konar mismunandi sjónarhorn og nálganir, svo að nám í lýðheilsuvísindum er vísindandi þverfræðilegt og hentar nemendum með alls konar fræðibakgrunn. Meistaranámið okkar í lýðheilsuvísindum leggur áherslu á að veita dýpri skilning á rannsóknum og heilsufari, þjálfa nemendur í heilsueflandi aðgerðum og veita undirstöðu þekkingu á forvörnum og áhrifaþáttum heilbrigðis. Lýðheilsa er ákveðin framtíð heilbrigðiskerfisins. Ég valdi þetta nám upphaflega til þess að opna enn fleiri dyr á atvinnumarkaði í rannsóknageiranum og vegna þess að mig langaði að vinna að samfélagslegum lausnum sem byggja á vísindum. Í náminu fengum við hagnýta þjálfun í rannsóknaraðferðum, þjálfun í beitingu þeirra og túlkun á niðurstöðum rannsókna. Það hefur verið gagnlegt að fá að vinna með raunverulegum gögnum og rannsóknum sem tengjast heilsueflingu og tengja námið við áskoranir í samfélaginu. Ég valdi nám í líftölfræði eftir að hafa lokið grunnnámi í verkfræði. Ég vildi nýta starffræðiþekkingu mína á sviði heilsu og hefur bakgrunninn minn nýst mér mjög vel þá ég sé ekki með bakgrunn í náttúru eða heilbrigðisvísindum. Námið gekk mjög vel undir leiðsögn frábæra kennara og fekk ég mikið svigrúm til að aðlaga námið að mínu áhugasviði. Mér fannst svo gaman í mastersnáminu að ég hélt áfram í doktorsnámi í líftölfræði. Þar vinn ég í og leiði alþjóðleg verkefni heilsu þeirra sem hafa greinst með COVID-19 og áhrif heimsfaraldarins á okkur öll. Ég er að vinna með mjög stór gagnasett og nýti alls konar aðferðir og fræði sem ég lærði í masternáminu. Ég er einnig að vinna með vísindamönnum frá 5 öðrum löndum sem er þvílíkt skemmtilegt og lærdómsríkt. Uppáhaldsskilgreiningi mín á faraldsfræði er að þetta er fræðigreinin sem er að rannsaka hver það eru sem veikjast í samfélaginu, hvers vegna þau en ekki einhver önnur og hvað við getum gert í því. Og í kringum þetta er heilmikil aðferðafræði, sérhæfð aðferðafræði sem snýst það hvernig við hönnum rannsóknir, hvernig við söfnum gögnum og hvernig við greinum og túlkum þessi gögn. Og í meistaranámi í faralds- og líftölfræði þá sjáum við til þess að nemendur fái þekkingu, hagnýta þekkingu á þessum faraldsfræðilegu aðferðum. Við þjálfum ykkur í að beita þeim og þið fáið hæfni í að túlka niðurstöður á sviði lýðheilsu og heilbrigðisvísinda. Og þetta er færni sem að nýtist á mjög mörgum vinnustöðum. Við erum með fyrrverandi nemendur sem vinna hjá heilbrigðisyfirvöldum, alþjóðastofnunum, í fræðasamfélaginu og í einkageiranum. Og svo eru þetta líka traustugrunnu fyrir doktorsnám sem við bjóðum líka upp á. Námið í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands var frábær undirbúningur fyrir þátttöku á vinnumarkaði og veitti mér dýpri skilning á því hvernig umhverfi, félagslegi þættir og stefnumótun hafa áhrif á heilsu og velferð. Ég lærði að vinna með gögn til þess að greina áskoranir og finna lausnir sem byggja á raunverulegum þörfum samfélagsins. Sú þekking hefur reynst mér ómetanleg í starfi þar sem ég vinna því að stuðla að jákvæðum breytingum og bættum lífsgæðum barna og ungmenna, með því að draga úr áhættuþáttum og styrkja verndandi þætti í umhverfi þeirra. Líftölfræði, á ensku Biostatistics, er þverfræðilegt nám og tengir saman starffræði, tölfræði og faraldsfræði og lýðheilsu. Vinna með líftölfræði er yfirleitt í teymi með öðru vísindafólki sem er svo skemmtilegt og gefandi. Við vinnum með spálíkön og fjölbreyttar aðferðir og það er mikil gróska í líftölfræðinni. Líftölfræði er alþjóðleg og líftölfræðingar eiga auðvelt með að tala saman á máli starffræðinnar og faraldsfræðinnar. Þess vegna getur nám í líftölfræði opnað dyr að alls konar starfsmöguleikum.